bræðurnir Eyþór Atli Finnsson og Ingimar Finnsson, verið velkomnir höfðingjar. Takk fyrir. Já. Takk. Herðu Eyþór, ég ætla að byrja á þér hérna til hamingju með barnið. Þú varst að eignast barn í morgun, eða ekki? Já, takk fyrir það. Og hvort var það strákur eða stelpa? Það var stelpa. Kom klukkan 9 í morgun. Já. Og yndislegt. Stimplaður sem Tottenham aðdáandi, eða ekki? Sjálfsögðu, það er ekkert annað í stöðinni. Það er kannski ekki annað val í fjölskyldunni hjá okkur. Nei, það er voða lítið annað val. Nei, og svo er náttúrulega annað að þú varst maður leiksins í 4-0 tapi gegn Árborg, eða ekki? Jú, það var bara mjög gaman að því. Já. Mjög gaman að fá það niður. Já. Herðu Ingimar, verður velkomin sem þú hefur komið hérna áður? Já, einhvern tímann gerði ég það. Og þá varstu ekki leikmaður Árborg? Nei, þá var ég ægismaður. Já. Og nú ertu orðinn Árborgamaður? Já. Hvað ertu búin að spila með mörgum félögum hérna á Suðurlandi, meistaraflokkum? 3, Selfoss, Ægir, Árborg. Já. Þetta er verið flottu ferill. Þetta spannar, nei, þetta er, ég veit ekki, þetta er einhver tæpir 100 leikir. Já. Það er alveg vel sloppið. Já, það er fínt. Veistu hvernig 100. leikurinn þið verður? Verður örugglega ekki núna. Ég er búin að missa einu leik út af banni og ég er mjög tæpur en á 100. Já, einmitt. Jú, ef við förum langt í úrslitakeppni þá Gæti 100. leikurinn komið. Já. Það verður náttúrulega skemmtilegt að fylgjast með. Ég vona það. Já. Herru Eyþór, þú ert núna í markinu hjá Stokkseyri og ert ekki til dæra nýbyrjar sem aðalmarkmaður liðsins? Jú, það er, ég held að ég búið með 3 leiki. Ég meiddist í undirbúningstímabilinu, braut mig á þumlinum í apríl á móti KFS og ég náði mér ekkert fyrir í byrjun í júní kannski. Og ég held að fyrsti byrjunleik, ég kom inn á móti Árborg og fekk byrjunleik þetta þá í næsta leik sem var á móti Mána mitt. Já. Og það var sigur í þeim leik 5-2 sem var bara mjög gaman. Og stemningin á Stokkseyri, hún er alltaf skemmtileg, það ekki? Þetta er svona, þeir eru náttúrulega ekki margir félagar bara þarna að æfa saman. Þetta er aðlega bara svona kjarni sem að, við erum allir, þekkjumst allir bara mjög náið, skiljum við, þetta er ekki, það er enginn í liðinu sem að svona þekkist ekki. Þannig að þetta er mjög þjættu kjarni og mikill félagskapur bara. Já. Og já, þeir eru með þarna Óskar Arlíus komin í þjálfaratímið hjá okkur, hann var hérna í spjallum daginn. Já, þetta er bara, það er algjör snilt, hann sinnir starfi bara mjög vel og gerir þetta mikill fagmennsku. Já. Svo er Ingibjörg, þú ert komin núna í Árborg og varst hjá þeim með það ekki líka síðast tímabil? Jú, ég kom 2013, mitt sumar. Já. Þannig ég er búin að vera í, 1,5 ár? Já. Og hvernig finnst þið stemningin svona í Árborgarliðinu? Reynt út frábær, bara klúbbun allur, það er mikil fagmennska á bak við tjöldin líka. Menn sem vinna bara sjálfboðavinnu bara mjög mikið og gott starf og svo er náttúrulega frábært að vera bara með strákunum í klefunum. Þeir hafa nú margir átt orða því að sem hafa spilað með Árborg og eru kannski hættir að og hafa spilað hjá nokkru félögum að þetta sé eitt svona magnaðasta teymi sem er í kringum eitt félag í fjórðudeildinni. Já, þetta er ótrúleg umgjörð í kringum þetta sem er sköpuð af, bara eins og ég sagði, áfram miklum fagmennum. Ég var hjá Ægi þar sem að reyndar Össi og félagar hafa búið til frábæra umgjörð líka, frábæra aðstæður og allt það. En Árborg er eitthvað unnið af svo miklu hjarta og fórnfýsi og þetta er bara magnaður klúbbur. Herðu, árum við höldum áfram fjórðudeildina og fleira, þá ætla ég nú að spyrja, þið eru báði Tottenham Hotspur aðdáendur. Hvernig byrja á þér Ingimar, hvernig stendur þú sér Tottenham Hotspur aðdáendi? Því að það er nú ekkert, því að þið er nú ansi margir sem halda með Tottenham, en já, þetta er bara, held ég, sama hjá mér og Eyþóri, það er bara pappi ólokkur upp þannig. Já, það er bara þannig. Það er ekkert annað í stöðinni. Nei, það var ekkert annað í boði kannski. Jú, reyndar, þú veist, hann á, við eldri bróður sem er United og einn á milli okkar. Já, milli okkar, sem er Liverpool, þannig að það er svarti sveður alls þar. Já, það er svarti sveður alls þar. Já, þannig að það er gaman fyrir ykkur að eiga smá rík hérna við einn bróðurinn. Já, það er svona, fyrir eftir ímsi, það er bara svona eins og Tottenham, það er einhver stórleikja svona draugur sem fylgir þeim, alltaf að tapa 5-0 eða eitthvað svona á móti stóru liðunum, það getur tekið á eins og þegar Kristján kemur svo helgar eða Hannes það. Ég er þetta töfum ekki mikið á móti Liverpool hana Kristján vandamál. En hvernig líst ykkur á þetta Tottenham-lið? Náttúrulega þetta var að þvílíkur uppsetningu þarna þegar Gylfi var í þessu núna í hvað þið hitti fyrra á. Svo er svona mismunandi, þið eru rokkandi svona núna síðustu ár. Já, þetta er já, við vorum alltaf mjög góður með Bale og svo seldum við hann og keyptum mikið að rusli fyrir þann pening. Mjög mikið. Og nú er bara verið að vinna í því að hreinsa það út og það lítur ágætlega út. Já.
og já, þetta náttúrulega mikil svona, má líka kannski Tottenham svolítið við Liverpool síðust ár því að þessi lið eru nú mismunandi hvort það eru að kaupa góða eða slæma leikmenn. Já, þau eru, ég myndi segja mjög svipuð að mörgu leyti, við erum svona skör fyrir neðan þessi 4 stærstu sem bara hvað var að gæði og kannski líka bara fjárhagslegt magn eða sem sagt power við þurfum að svolítið að svona taka bitana þegar hinn liðin eru búin í rauninni. Það er svolítið þessi stóru lið eins og þessi topp 4 þau kaupa, þú veist, alveg rísan upp en við erum alltaf að taka sjensa og kaupa kannski minnin upp fyrir alveg dágóðan pening og taka mikið sess af því. Þannig að það er gaman að því en svona við byrja að spyrja þig Ingimar ef þú myndi velja svona uppáhaldsleikmann Tottenham fyrir og síðar sem að þú fyrst með. Ledley King. Ledley King. Já, 100%. Já, og ég myndi kannski velja líka Luka Modric. Já, en hjá þér? Sko frá bara, ég veit ekki, ég var 11 ára þá var Aron Lennon alltaf uppáldið mitt og hefur verið það frá því ég byrjaði svona að hafa það mikið að hafa á þessu og hann er ennþá já, svona minn eftirlætisleikmaður, leikmaður. En svona með hvernig klúbburinn stendur, finnst ykkur að það ætti að gera mikla breytingar í þessu liði svona til þess að vera á meðal bestu? Það er verið að því núna, ég meina við erum að skrifa undir, eða vorum að skrifa undir risastóra samningi ekki við NFL. Jú, byggja nýjan völl og svona sem er ákveðið skref en það þarf að fá svona 2-3 ágætis leikmenn en ég mitt að hætta að kaupa 10 og selja 10 það verður svona að fá stöðleika í þetta. Og já, þið hafið væntanlega farið út eða ekki einhvern tímann og leika það? Ég fór í fyrra, februari fyrra, þá fór ég á Cardiff Tottenham. Já. Þar sá ég stór magnaða sjón, þá sá ég Róberto Soldado skora, sigurleik, það var rosalega gaman. Já, var ekki Aron innan þá í Cardiff eða? Jú, Aron var innan. Já. Ég farið, 2 leiki, sá Tottenham QPR, Tottenham vann 4-0 þá, í fyrra, og svo sá ég reyndar tapleika moti United 2009 held ég. Já, það er náttúrulega búin að gleyma þeim leik. Já, ég man ekki eftir því. Það var 3-0 tap, manni. Nei, það var 1-3. 1-3, já. Og allan að fengi 1 mark. Já, við komumst yfir á fyrstu mínútu. Herði, ég ætla að halda ykkur lengur í spjalli hér eftir smástund, það þarf að hleypa inn einhverjum örfáum auglýsingum og svo ætla ég að halda ykkur lengur ef ykkur er sama. Það er bara minnsta mál. Já, farið ekki langt sportátturum með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi, við verum hérna til ábyggla kortir í 11. Suðurland FM, fjölbreytt og skemmtileg. Suðurland Sportátturum með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Ég er hérna með góða gesti, það er Ingimar Helgi Finnsson og Eyþór Finnsson. Þetta eru bræður Tottenham aðdáendur. Annar er leikmaður Stokkseyri og hinn Árborg og við erum búin að fara svona stuttlega yfir svona fjórðu deildina Árborg og Stokkseyri og einnig Tottenham Hotspur. Þið viljið hérna meina það að það sé bjart framöndan er það ekki hjá Tottenham það verður að byggja hvað, segirðu, nýjan stadium kannski, svona stefnan? Já, hann á að opna 2018. Já, og það er svona einmitt smá verið að augra að hann á að taka hvað, 600 fleiri heldur en á Emirates, held ég. Það er svona verið að augra erkifjöndanum í Arsenal með því að byggja akkurat svona 600 fleiri. Gaman að því. En það er eitt sem ég er oft búin að velta fyrir mig, það er þessi rígur á milli Arsenal og Tottenham hérna úti, þó maður finnir ekki eins mikið fyrir því hérna heima fyrir á Íslandi. Hvernig tilkemur það eiginlega? Svona, vitið þið það? Nágranna lið, London. Já, það er svona aðalega náttúrulega staðsetning. Svo er eitt mál líka hérna, eitt maður átti Arsenal að falla, ég man ekki hvað ára var, 21 eða eitthvað, og Tottenham að koma upp, eða eitthvað svo laus. En þá var einhver skandall sko. Það er svona sagan líka sko. Maður finnur líka alveg fyrir því, eins og ég fór á Cardiff Tottenham og það var sungið nýsökum Arsenal meira minn allar tíman, skiljum við þetta, ég ætla bara að brjála hann úti þessi ríkur, eins og ég hatt ekkert Arsenal þannig séð, skiljum við, ég finn engan hattur á Arsenal munum þannig séð sko. En það er náttúrulega þið hljótið að hafa orðið reyði til dæmis út í leikmann eins og Sol Campbell þegar hann skiptir yfir í Arsenal. Já, þú veist, ég er reynda mann og lítið eftir því. Kannski blokkaði bara út. Já, nákvæmlega, þú bara ekki viljað þetta. Það geti verið. Ég man ekkert. Hann fór náttúrulega frí transfer hann yfir og gerði allt vittlaust. Já, hann gerði það. Hann
En svo fengum við bara Gallas í staðinn. Já, einmitt. Við hefðum getað fengið á sín tíma bara með 2 fyrir hann og hann lofaði að skrifa undir í en samning og stóð ekki við það. Það var rosalega mikið svik í þessu máli, eða svona, þannig séð. En hvernig finnst ykkur hérna ef við förum hérna svona í önnur lið? Þessi peningar, þetta náttúrulega orðið það ekki, þú bara kaupir byggarinn orðið? Ég með þessu sjónvarsamning, þá, jú, ég rauninni, það ekki, eins og, hvað 800 okkar milljónir punta þessi sjónvarsamningun í? Nei, meira, 5,1 biljón eins og það heitir á ensku held ég. Já, ekki nema. Já, þannig að það talsvært. Já, smá erar. Já, en nei, þú veist, jú, það náttúrulega miklu peningar í þessu en það náttúrulega nokkuð lið með peninga, þannig að þetta snýst ekki bara það en... Nei, og gæðir í liðinu náttúrulega. En hvernig, hérna, ef við förum hérna, ekkert svona næst upp á slið fyrir utan Tottenham, engin lið sem þið elski svona, eða bara Tottenham og ekkert annað? Ekki kannski í Englandi, en nei, ég mikill Hertha Berlín maður. Já, eftir að Eyjólfur Sverrisson. Já, Eyjólfur Sverris náttúrulega. Við þekkjum hann náttúrulega persónulega mjög vel. Já. Þannig hann okkar svona, já, við verðum miklir Hertha-menn. Það var alltaf verið á textarpinu hverja helgi að tjekka hvernig Hertha fór. Það var leiðilegt að missa þýska boltan svona af skjánum, en hann komið samt aftur aðeins. Já, það ekki Skjár Sport sem sýnir það. Sem þetta náttúrulega frábær deild. En ef við hérna förum aðeins aftur hérna yfir til Íslands og svona fyrir utan félögum sem þið spiliði náttúrulega, með hvað liðum haldið þið samt hérna á Íslandi? Það IBF. Já, við höfum alltaf verið IBF menn. Náttúrulega pappi og reyjum og við erum eigamenn. Já, við erum eigamenn í annan fótinn, eins og maður segir. Og já, ég líka reyndar, ég mikill Huginsmaður. Huginn? Já, Seyðisfirði. Já. Það bara tilkomið fyrir tilvílun eða svona. Já, svo náttúrulega eigum við líka ættir okkar ekki í Seyðisfirði. Pappa okkar fættur á Seyðisfirði. Þetta eitthvað knattspyrna eitt þarna? Hjá okkur? Já. Nei, alls ekki, eða svona, nei, ég myndi ekki segja það. Nei, engin stóri sigur að vera unnir sko. Nei. Pappi spilaði bara með Þór og Týr á sín tími í Vestmannaeyjum og já. Það var engin titlar eða neitt svoleiðis þar, hann engin markakongur held ég. En hérna, svona við förum hérna, hvernig finnst ykkur til dæmis eins og Pepsi-deild karla, hvernig hún búin að spilast? Eyjamennir náttúrulega eru svona upp og niður núna? Já, ég verið að viðkynna, ég var nú búin að dæma á niður bara fyrir tímabil. Já, ég líka. En ég held þeir bjargi sér núna. Þeir fá eitthvað kraft með Gunnar Heiðari. Já. Og þessi Spánverði hann, hvað er það? Ég hef ekki hugmynd það. Líkur, hann skoraði 2 gerð allan í fyrsta leiknum sínum. Já. Þeir návist alveg smellpassa saman. Ingi Sigurðsson var einmitt í viðtali hér í kvöld og vildi meina að það hefði aldrei komið svona framherjapar sem að nær svona vel saman á einni æfingu. Já, þetta var góður leikur í gær en ég ætla ekki að fagna strax. Nei, það má ekki. En hérna, þið hafið væntanlega séð það ekki til Selfoss, delma hérna á Selfossi eða ekki? Jó, ég hef nú kíkt á nokkra leiki. Og hvernig líst ykkur svona á þennan hóp? Þetta náttúrulega bara, það mikið gæði þarna og þær eru alveg líklegar til Afrika. Það bara bleikir svolítið dominating í þessu eins og staðin núna. Já, en ég meina, þetta alveg, þetta á að vera annað til 3. besta lið allan eins og Já. Alveg 100%. Já. Og svo það náttúrulega Selfoss kallalið með lið, hvernig svona, það náttúrulega byrjaði ekki vel hjá þeim, þannig að þú eru alltaf að spyrja ykkur hvernig líst ykkur á þetta lið? Nei, ég hef séð 3-4 leiki og hérna, já, ég veit ekki á ég vera hreinskilinn. Það er svona, ég finnst mjög leiðilegt þegar verið að fá útlenda leikmenn sem eru ekkert betri en heimamenn. Já. Og það eru menn sem eru ekki að spila fyrir Selfoss, sem ættu að vera að spila, heimamstrákar sem búið lána út til dæmis til KFR. Og Ingi Sonur Óskars, hann er frábæri. Það er bara, það er mjög blóðugt þegar verið að borga einhverjum útlendingum peninga fyrir að spila þegar að heimamenn gætu verið að spila og eru ekkert síðri sko. Já, náttúrulega. Og já, það er náttúrulega verið gaman að fylgjast með þessi fyrstdeild er náttúrulega svo jöfn að maður veit ekkert hvernig það verður. Ég meina Selfoss skellir hérna Þrótt síðustu helgi og svo núna, eða síðasta mánudag og svo núna gera jafntefli B í Bolungarvík neðsta hliðinu. Þetta er alveg Já, ég er endar mjög ánægður að fá Gunna Borg inn, hann er mikill toppmaður. Já. Og hérna ég sá að voru margir
nokkri reyðir að Soran fór en ég til að þetta sé gefið skref fyrir Selfoss. Varst þú ekki í stuðningsmannaklúbbnum Skjálfta á sínum tíma? Varst öflugur þar? Ég var ég var duglegur þar og það var mjög gaman. Já, það hefur verið erfitt fyrir það ekki þegar Selfoss mætir í BVF. Jú, þá setti ég svolítið bara í hlutleysa en þá reyndar hélt ég með Selfoss. Ég fann það, ég vissi ekki hvernig það yrði en svo þegar kom á hólminn þá var ég svona meiri Selfoss sko, ég verið að viðurkenna það. Já, en það varstu náttúrulega búin að spila aðeins með Selfoss. Já, eitthvað, en maður er bara einhvern veginn búin að læra að elska Selfoss. Já, það er bara fylgið því. En þessi stuðningsmannasveit Skjálfti, ekki eftir að sjá eitthvað tíman þá saman í eitt leik, hvort sem það verður í pepsill kvenna eða kalla? Það var ekki gaman, að það er einhver duglegur einstaklingur að rífa það í gang, bara þó að vera eitt leikur, það var bara gaman. Já. Ég skal alveg mæta. Þetta er náttúrulega ekki dauður hópur. Nei, þetta er bara, þetta er svo jarðskjálfti, þetta fer í nokkur ár og kemur aftur, það ekki segja það. Já. En svona, með hvernig tímabili er ekki Selfoss allan að fara að halda sér upp í fyrstdeildina? Jú, alveg, það er ekki nokkuð spil 100% að mínu viti en þetta getur verið tæft en það eru blessunlega 2 frekar slöppli í deildinni en reyndar er BI búið að bæta aðeins við sig þannig að ég veit ekki. Fengur náttúrulega frábæran stuðning frá Víking, Papp sem setti náttúrulega 2 í sínu fyrsta leik. Hann er mikil töffari. Já, hann er helviti góður. Já, nákvæmlega. En svona, ekki bara því ég veit að þú er svo mikið náhuga knattspyrnu og fútbolmann sér að þú væri alveg bara núna chairman, hvað myndur þú gera með þetta fyrstdeildarlið? Selfoss? Já. Ég bara, ég treysti reyndar alveg Gunna Borg til að gera það sem þarf og það kannski gerist ekki núna en menn eins og Sindri Pálm og Haukur Ingi Gunnarsson, Birki Péturs og svona, þetta er bara menn sem er að spila mínu viti og Yngvi Rafn náttúrulega. Já, Yngvi og ég er auðvitað að glemma einhverjum Markus og þessi gaurar sko. Þeir þurfa bara að fá mínútur sem það er að jafnvel skilji. Herðu, en förum alveg úr fyrstdeildinu og förum í aðra til Karla, það er Ægir, gamla félagið. Ertu búin að sjá eitthvað til þeirra? Nei, ekkert séð. Ég skammast mér svolítið. Ég var duglegur að sjá þau fyrra. Þetta er náttúrulega erfitt að geta fylgst með öllum. Já. Svona fjölskyldumenn. Já, ég hef bara ekki haft tíma og ég þarf að fara að kíkja niður í höfn og fá kaffi á Svenna og svona en ég hef heyrt að það er frammerjaðum sem er að koma með Íslum sem hefur eiginlega ekkert verið William held ég hann heiti og hann ávist að vera virkilega öflugur þannig að ég ætla ekki að hafa áhyggjur að ég strax. Nei. Og svo er náttúrulega ekki stokksynningur í þessu liði, Ari Lífus, þá hafið þið aldrei áhyggjur? Nei, ef Alli væri að spila alla leiki, hann er reyndar ekkit svona í þessu held í 100%. Nei. Við fáum hann bara yfir til stokksérðan í glugganum, verður ekki vonað það. Það er rosa kaupmaður. Já, það er mjög gott. Það er mikið reynslaðar baki. En svo er náttúrulega, er þetta ekki svona derbílið alltaf Árborgar? Það er KFR, er það ekki svona þó þeir séu í deild fyrir ofan ykkur? Jó, ég held að... Er ekki alltaf svona smá, svona Árborg KFR ríkur? Jó, ég held að sé svona alveg eitthvað, hins vegar er það líka Hamar og Stokkseyri og Ægir líka. Það er nú að liðum. Já, nákvæmlega. En þið hafa vendarlega ekkert síðan til KFR, þeir eru svona svolítið austar frá okkur? Nei, ég hef ekki síðan eitt sko. Nei, ekki heldur. Ég verð bara að viðurkenna það. Þeir fóru vel á staðan í byrjun, tímabils eða ekki? Voru þeir fyrstu 3. Og þeir eru náttúrulega með mikið ungum selfisingum í sínum verðum. En það held ég núna. Nú ætla ég að setja ykkur bara beint í formannstólinu og þeir stjórnir Tottenham Hotspur. Hvað ætlið að gera núna í fyrirskiptagluggunum sem eftir er? Það þarf bara að kaupa varnarsinna miðjumann, striker, backup og hugsanlega svona kant frá mér, þá erum við bara klárir í bátana. Nokkuð góðir. Já, það er nokkuð góðir. Við erum einhverjum 2 frábæra markverðir sem að geta leist hvort annan á hólmi, Michel Worm og Hugo Lloris. Hugo Lloris er eitt minn eftirlætis Tottenham-maður núna þessa stundina, þess að hann bjargaði nokkrum stigum fyrir okkur, mjög mörgum heila síðast tímabil. Já. En svona rétt í lokin, það er náttúrulega bara leikir núna framöndan, léttir Árborg núna á miðvikudaginn? Já, miðvikudag. Og þetta er svona, má ekki segja, toppbaráttu slagur? Jó, þetta er leikileikur í okkar markmiði og
bara hrikalega mikilvæg leikur við þurfum bara og léttir eru líka gott lið og við þurfum bara að hafa okkur alla við til að vinna þann leik, það alveg klart og svo á 50-daginn að þá mæta kannski Árborgamenn að hvetja Stokkseyri eða ekki, þá mæta þeir IH sem í öðru sæti deildarinnar. Jó, ég held að veri nú nokkri sem renni hann á Stokkseyri og hvetja á þetta þá getur við fara að hitta upp Skjálftarautina. Já, hugsanlega það verður erfið leikur fyrir höndum. Já. Búin að skora núna 15 mörk á móti Kongunum og 12 á móti Mána síðustu 2 leikir það er ekkert sem að maður leiksins getna Árborg lætur ekki stöða sig. Nákvæmlega. Nei, verðum ekki að vona það ef við verðum í saman formi Hvernig eru þið bræður svona fótboltalega séð? Þið náttúrulega voruð þið ekki uppaldir á Stokkseyri Eyrarbakka. Hvernig er að spila, voruð þið alltaf í bolta þarna á Eyrarbakka? Ég bara spilaði mala vellinum eða hvað? Nei, ég var alltaf það var alltaf bara að fara í Þorlákshöfn æfingar. Já, ég var alltaf bara á Stokkseyri. Það kemur Ægis hjarta sko. Já. Sem reyndar sem bara gott mál sko. Ég fór aldrei á Selfoss eins og allir sko. Og gátu ykkur úr þínum aldurshópi eitthvað í fótbolta? Já, það er alveg klart. Við erum með Guðmund Karl Guðmundsson í Fjölni og Jón Guðna Fjólusson. Þannig að þetta er allt stór stjörnur bara. Já, og síðan efnilegasti varnarmaður Íslands sem reyndar nefndi sér svo ekki, það var Bjarni Már Valdimarsson. Já. Hann honum fannst ekkert gaman í fótbolta. En þið voruð þið kannski voruð þið jafnvel bara svipa góður og aldurshópurinn á Selfossi eða? Já, við höfðum alveg svona við vorum alveg í fullu trefið þá alveg þegar við vorum með okkar leið, já, það er alveg klart. Og það eru fleiri allan sem koma frá held ég á þessum árgangi sem koma svo upp í meistaraflokkana á þessum árgangi heldur en Selfoss. Hvarf svolítið nefnilega þessi árgangur 86, 87, 88 það var náttúrulega Ingo Tóta og Jói en svo var það 87 árgangur, þá var eiginlega bara Sigmar Karlsson held ég sem fór 87 það er bara nánast engin sko. 88 er engin heldur sko. Nei. Þannig að þú veist, það er séð sko, það var Baldur Þór Elíasson og svona menn sem voru að spila eitthvað en hann valdi handboltan. Svo kemur Magnús Helgi Sigurðsson allt í unni bara blómstara hérna. Já, hann er meistari, það er hlutverkið, það gefur superkraft einhvern. Já, það er nokkuð ljóst. Ekki bara markaskorra Guðsná. Já, en svona rétt í lokinu Stokkseyri og Árborg byrja á Stokkseyri, hvernig er það að fara að bæta eitthvað við ykkur? Nú ertu svo mikill formaður. Sko, já það er kannski ekkit má ekki segja. Jú, við erum búnar að bæta við okkur. Við fengum Jón Þorgeir heitir hann. Hann kom úr Reykjavík. Já. Það er hörkumið. Frunamaður, eða ekki? Jón Þorgeir Aðarsteinsson. Já. Hann er hörkumið maður og rífur liðið mikið upp og við fundum það bara strax í leiknum til þeim sem út á Árborg að það vantaði svolítið inn á miðju kraftinn en hann rífur þetta upp bæði í klefanum og út af vellinum. Já, svo segi ég þið eru með eitt sem var mjög öflugur mitt úr árgangi 80, Birkir Fannar Bragason. Já, hann er náttúrulega bara, hvað maður segja, geðveikur hann er bara snaruglega, hann er bara vél. Hann er bara vél, já. Þú vilt ekkert mæta þessum hann á 110% tæklingu sko. En Árborgarliðið, þið eru náttúrulega með hansi þéttan hóp þetta tímabil, má segja, eða ekki svona með við síðustu tímabil, það er svona kýfum maður í mann stað. Jú, ég hef nú verið í 2 ár núna og þetta er klálega besta liðið og ég held við bætum ekki við okkur, ég sé það ekki gerast en ég verða viðurkenna, ég náttúrulega þekki það ekki. Nei. Við Bjarni og Kristinn Þráin, þeir eru glaskoð eitthvað en eins og þá bara erum við bara með það breiðan hóp að ég held að það þurfi ekki. Já, ég held að þjálfarinn hafi bara rétt fyrir sig, það er Árborg í Pepsi-deildina 2020. Já, hann er með háleit markmið, það er bara gott eða ekki. Jú, það er ekki. Hann Guðjón og Kristinn og fleiri á baku þetta eru bara búin að gera hann frábærum klúb og strákundir, þetta er bara snilt. Bara nákvæmlega sem Óskar er að gera Stokkseyri. Já. Hann er náttúrulega í rauninni, já, hann er bara einn í þessu og það er ekki teima á bak hann gerir þetta bara að sannri stilt Lætur ykkur hafa gaman að fótbolta. Já, það er nummer 1, 2 og 3. Það er hans markmið nummer 1, 2 og 3 og segir það fyrir hvert einasta leika, við erum að fara inn út og hafa mjög gaman og viljum bara vinna þetta. Gengur misvel og það er bara Óskar kemur þvílíka kraft inn í þetta.
Það allan næstu leikir hjá Árborg og Stokkseyri. Það léttir Árborg á miðvikudaginn klukkan 8. Hvar spila léttir eða ekki í Breiðholtinu? Á IR-sæðinu. Já, IR-sæðinu og svo það leikur á Stokkseyri á 5. Já, ég held að sé ekki á Stokkseyri. Við spilum áttum að spila út á móti þeim. Já. Í byrjuninni, en það var tekin aðeim heimavöllurinn. Já. Þannig að við fengum að spila nú Stokkseyri, en ég veit ekki hvernig það þróast. Já, hvernig það þróast einmitt á 5. allan leikur Stokkseyri IH, hvort sem það verið úti eða heima. Já, og við bara hvetjum alla Stokkseyringa til þess að koma á völlin. Já, ég hugsa að Árborgarinn koma og hvetja ykkur. Já, við ekki öðru. Við fengjum mjög svona, litla aðsókn á völlin frá Stokkseyringum, það verið gaman að fá fleiri. Já, að reif okkur svolítið upp þessi stemming sem myndaðist á jáarkvellinum núna á móti Árborg. Það voru alveg hátt í 200 manns eða eitthvað. Rétt í lokin áður en við slepp ykkur, byrja á þér Eyþór, hver búinn að taka mestu framförinu í Stokkseyri liðinu og hver svona mesti rugludallurinn í þessu liði? Já, þú kannski. Þetta mesti rugludallurinn, ef ekki bara segja Kjartan Helgason. Já. Hann fær það titil. Mestu framförum, ég veit, ef ekki segja Eyþór Gunnarsson, hann alltaf kemur á markinu og hann búinn að spila síðustu 3 leiki frammi. Já. Og bara staðið sem stakar stilt. Þannig sé hann ekki skorað, en hann hefur búið til mikið að tækifærum og klúður hann okkur að færa með þetta, en hann kemur sér í færin þó. Já. Það alltaf hann nummer 1, 2 og 3. Og hver bestur að skora utan vallar? Örvar Hugason, ef ekki segja það. Já. Hann svona okkar svona almaður í þessu, held ég. Ingimar, Árborgarliðinu, hver svona búinn að taka mestu framförum í sumar hjá þér á þínum mati? Brynjar Þór Elvarsson búinn að vera frábær. Hann kom inn í þetta hjá okkur bara í janúar og ég bara held að menn hafi ekki alveg trúað hvað hann góður. Hann búinn að vera bara frábær í vörninni hjá okkur og ég held að sé alveg 100% hann. Já, en hver svona mesti rugludallurinn í þessu liði? Það svo margir. Það alveg það margir alveg létt geggjaðir. Ég ætla að fá að segja Halldór sem miðurinn, annar og það svo margir og Hartmann Antonsson alltaf förðu fugl bara í heimsklassa. Já, Dolly og þetta bara algjöru fuglar margir hverjir. En hver bestur að skora utan vallar? Utan vallar? Ætla sé ekki bara Magnús? Nei. Hartmann duglegur sko. Hann fær ekki nóg mikið kredit. Svo býtu Tómas ennlega margar. Ég held að Hálfdán sé líka lúmskur. Svo bara svo margir á föstu sem gæti verið alveg grimmir. Eiki Rafael, hann búinn að vera í meiðslunum. Hann reyndar komið tilbaka núna. Í meiðslunum var hann mjög grimmur. Já, þannig að nú getur hann farið að skora innan vella bara. Hann gerði það á móti Stokkseyri og bara geðugur kraftur að fá hann og Dolla aftur inn núna í júlí. Þannig að það bara geðugt. Þeir bræður Eyþór og Ingimar, þakka kærlega fyrir komuna. Eitthvað í loki sem við erum að gleyma? Nei, það held ég nokkið. Þannig að mæta á völlin. Já, bara. Og svo náttúrulega á laugardaginn fyrir kvennalið. Það undanúrslitaleikurinn. Já, það mitt að tala áðan þegar þú nefndir Selfoss. Það eiga allir að mæta á hana leik. Þetta er líkileikur, þetta er stærsti leikur sumarsins hjá Selfoss. Og ef við vinnum hana leik þá erum við bara í geggjum séns að fá bikar í hús í ágúst. Þannig að þetta er bara skildumæting fyrir allar sem að hlusta og bara áfram Selfoss. Hárið. Og áfram Tottenham, hefði ekki segið það. Nákvæmlega. Endum þetta á Tottenham lagi og svo Hesta Jóa.